Góðan daginn og gleðilega páska, kæru áhorfendur. Örn Arnarsson heilsar ykkur hér fyrir hönd IA TV úr Akraneshöll. Það er mjólkurbikarinn, IA Haukar hér í 32 úrslitum. Með mér í þessari útsendingu Auðun Ingi Hrólfsson, velkominn. Takk. Þetta er ekki ágætið svona upphafspunktur á fótboltasumrunum, bara þessi umferð í bikarnum? Jú, þetta er svona fyrsti leikurinn sem svona alvaran byrjar í rauninni. Við hefum mikið búið að tala hversu liðin í sérstaklega efstu deild búið að taka Lengjubikarnum óalvarlega, skulum maður segja. Já. Þannig að þetta er svona fyrsti leikurinn og miði í Evrópu. Akkurat, þetta er stór titill og þetta sögufræg keppni og allt það, en sko Haukar, ef við byrjum bara aðeins á Haukunum, Haukar kannski svona sýnt veiðin ekki gefið, er búin að styrkja sig mikið síðan í fyrra. Enduð í 7. sæti í annarri deildin í fyrra sem kannski hljómar ekkert sérstætt svona, en þeim er spáð góðu gengi í sumar. Já, það er mikið talað um það að þeir eiga að vera svona líklegastir í fyrsta öðru sæti og fara beint upp úr annarri deildinni. Þeir eru með sterkt lið og rosalega öflugt þjálfara teymi á bakvið sig. Já. Guðjón Pétur Lýðsson og Óskar Hauksson meðal hans. Já, sem eru nú reyndar meðal í leikmannahópunum í dag, það var nú aðalega kannski út af veðri, við komum kannski betur inn á þá eftir, en spurning hvort við bara vörpum upp í liðinu hérna fyrst. Hér sjáum við það að í markinu er nummer 1 Árni Marino Einarsson, nummer 3 Jóhannes Björn Wall, nummer 5 Baldvin Þór Bentsen, nummer 7 Haukur Andri Haraldsson, nummer 8 Guðmundur Þórarinsson, nummer 9 Viktor Jónsson, nummer 11 Gísli Eyjólfsson, nummer 16 er fyrirliðinn Rúnar Már Sigurjónsson, nummer 21 Böðvar Böðvarsson, nummer 25 Markus Páll Ellertsson og nummer 66 Jón Gísli Eyland Gíslason. Þetta er sterkt lið sem Skaginn er að stilla upp í dag. Ég held svona að þetta sé líklega svona það byrja sterkasta liðið, maður eftir að sjá aðeins meira á hann Markusi. Það er svona spurning hvort að hann eða Steinar muni byrja. Gabriel jafnvel. Já, og Gabriel náttúrulega búinn að vera sjóðandi heitur núna í vetur, en hann fer út í mitt sumar, þannig að spurning hvað þeir ætla að nýta mikið. Algjörlega, og við sjáum á varamannabekkurinn hérna Logi Már Hjaltesteð, Steinar Þorsteinsson, Gabriel Snær, Gísli Laxdal Unnarsson, Rafael Máni Þrastarsson, Ísak Máni Guðjónsson sem spilaði stórt hlutverk í liðinu síðasta sumar til að þegar við voru að bjarga sér frá falli. Gleymum honum ekki, Ómar Björn kominn aftur eftir meiðsli, Brynjar Óðinn Atlason og Styrmir Jóhann Ellertsson og þjálfara teymið Lárus Orri, Aron Ýmir og Dean Edward Martin. Ég meina, þetta er ekki bara liðið orðið dálítið breytt, þá er ég að meina breytt. Jó, þetta er loksins kannski sem hefur vantað, eru leikmenn sem að geta komið inn á og gert eitthvað, breytt leiknum aðeins, og það er svona, líka fullt af leikmenn sem ekki eins og með í dag, sem eru að gera tilkalli með að vera í þessum hóp, sem er bara mjög jákvætt að það sé ekki gefið neinn sæti. Akkurat. Eins og hefur kannski verið stundum að menn hafa ekki átt nógu góða leiki, en það er engin annar sem getur komið í staðinn. Einmitt. Við skulum kannski bara vinda okkur í Haukana þá næst. Það er Sveinn Óli Gunnarsson, nummer 1 í markinu, nummer 2 er Andri Steinn Ingvarsson, nummer 4 Máni Mar Sveinbjörnsson, nummer 6 Oliver Steinar Guðmundsson, nummer 9 Sigurður Hrannar Þorsteinsson. Skagamaður í byrjunliðinu hér, búinn að standa sig frábærlega eftir hann gekk til liðs við Hauka. Þú kemur kannski inn á það á eftir. Daði Snær Ingason sem spilaði síðast fyrir Hauka þegar að liðin mættu síðast árið 2018. Jón Gísli Stefánsson, nummer 11, nummer 17 Tómas Atli Björgvinsson, nummer 18 Einar Karl Ingvarsson, nummer 21 Jón Arnar Bardal og nummer 24 Gunnlaugur Fannar Guðmundsson. Þetta er náttúrulega kannski áhorfendur okkar kannski eðli málsins samkvæmt kannast ekkert við mörg nöfn á það, en hvað segir þú? Jón Arnar Bardal, uppalinn stjörnumaður? Já, hann er hörkugóð spilari, hann er svona, hefur átt sín bestu leiki í neðri deildum, annar við þriðju deild, en hann hefur náttúrulega alveg sýnt það og hann hefur alveg spilað í eftir deild. Spilar sína fyrstu meistaraflokksleiki með Stjörnunni 2016. Já. Spilað þá en kemur við sögu í 4 leikjum í Pepsi-deildinni sem svona hét þá. Já, og fullt af leikjum fyrir HK líka, og hann var svona einn af þessum leikmönnum sem hann var úti í háskólaboltanum, þannig að hann spilaði ekki alltaf öll tímabil, en hörku spilari. En Sigurður Hrannar búinn að vera frábær síðan hann gekk til þessu Hauka. Já, Sigurður Hrannar fór mitt tímabil síðast sumar yfir í Hauka frá Kára, og hann er búinn að skora nánast mark í hverju leikar með 14 mörk í 15 leikjum, og það virðist ekkert verið að stoppa hann í sumar. Hann ætlar að koma þessu liði upp, en þeir sóttu líka Einar Karl Ingvarsson frá FH og Gunnlaugur Fannar Guðmundsson kom frá Keflavík, þannig að þetta er hörku lið. Já, og varamann á bekknum Ísak Freyr Jóhannsson,
Varamarkvörður Guðjón Pétur Lýðsson á númer 7 og Ísak Jónsson, Gabriel Aron Sævarsson, Ólafur Darri Sigurjónsson, Hallur Húni Þorsteinsson og góðvinnur Skagamann, Óskar Örn Hauksson einnig skráður leikmaður, en þetta náttúrulega sko af því að okkur sagt algjörlega bara út af veðrinu að það vantaði hreinlega bara að það kæmist allir leikmenn. Þeir voru bara ekki komnir, þeir hafa búið að loka Kjalarnesinu. Nei. Þannig að þeir setja sig inn í hóp, en annars eru þeir þjálfarar, Guðjón Pétur þjálfari og Óskar Örn aðstoðarþjálfari og liðsstjóri Ævar Daði Segata. Þessi lið hafa ekki mæst í keppnisleik síðan 2018, þannig þá voru þau saman í næst efstu deild sem þá héti Inkasso-deildin og Skagamenn unnu þá báða leikiliðana 3-1 og það var nú gaman að segja frá því að í heimaleiknum að þar var það ekki hann Stefán Teitur Þórðarsson skoraði 2 mörk í þeim leik, spilaði þá sem framherji þetta ár og Steinar Þorsteinsson skoraði einnig í heimaleiknum, en síðan var það með Jeppe Hansen sem skoraði 2 í Hafnarfirðinum og Óli Valur Valdimarsson skoraði einnig þar en þetta Muggisson farinn að brýna raustina hérna, þannig að þetta alveg að fara að bresta á. Við hverju megum við búast hérna, Auðun, í dag? Þetta ekki, sko verðum við ekki heimamenn að gera bara kröfu á, þú veist, Haukarnir búin að styrkja sig, Haukarnir eru sýndveiðin ekki gefin, en það eru 2 deildir á milli, þú veist, þetta ekki skildur sigur fyrir Skaga? Jú, þetta sé bara mikilvægt að komast í gegnum þetta og það er látt svolítið síðan við fengum gott bikarrönn eins og maður segir hjá ÍA, náttúrulega bara 5 ár síðan vorum í bikarúrslaleiknum, en lítið gert síðan þá og það bara mikilvægt að... Það hefur verið Kári svolítið sem hefur séð bikarrönni en þeir gera það ekki í ár. Nei, því miður. En ég ganga liðin til leiks. Líka bara mikilvægt fyrir menn að ná alveg að stilla strengi á hann við byrjum mótið svo næstu helgi. Akkurat, og eins og fram hefur komið, byrjum á útivelli gegn Framarar dottnir út úr bikarnum gegn Víkingi, en voru bara nokkuð sprækir í þeim leik og einmitt svona kannski erfitt prófraun fyrir Skagana að byrja þar á útivelli. Já. Við sjáum hérna að Skagan er í nýju treyjunum hérum. Já. Þessi lekkert. Vakti töluverða athygli náttúrulega varabúningurinn sem var kynntur fyrir nokkru síðan. Fallega fjólublár, líkt og 30 ára aftur í tíman og var þetta Katla Steinarsdóttir sem að fylgdi frænda sínum inn á völlin hérna. Mér sýnist það. Já, gaman að því. Haukur Andri var fjarverandi í síðasta leik hér. Við sjáum dómarana Arnar Þór Stefansson og aðstoðardómarar Þórður Arnar Árnason og Jóhann Súbic. En í síðasta leik hér sem var síðasti æfingarleikurinn fyrir mót sem að þeir spiluðu hérna gegn FH. Þar vantaði meðal annars Hauk Andra og það vantaði Gabriel Snæ. Steinar Þorsteinsson var ekki með þar, þannig að það eru svona ákveðna breytingar síðan í þeim leik, en að langmestu leyti held ég að þetta sé nú bara sama byrjunarlið fyrir utan, eins og ég segi, að Haukur Andri kemur inn. Og Skagamönnum auðvitað spáð góðu gengi í sumar. Spáin hjá fótbolta.net var hljómar upp á 4. sætið. Já. Sem er náttúrulega mikil framför frá því fyrra. 4. sætið kannski, veit markmiðið hér heima eru kannski svipuð, en auðvitað sett stefnan á að komast í Evrópu. Já. Spurning hvort að 4. sætið dugir í það. Það náttúrulega veldur svolítið á þessari keppni, hvort að 4. sætið er Evrópusætið ekki. Það er svolítið vont að vera að treysta á það að liðið fyrir ofan er alltaf að vinna þá keppni. Já. En þá er bara spurning að vinna bara bikarinn. Gera það bara svoleiðis.
En það eru Haukamenn sem að byrja leikinn og Rúnar Már sem fyrr í hafsendunum með Baldvini Benson sem var uppsetning sem að bara svínvirkaði síðasta sumar undir lok síðasta sumars. Gleymið ekki Erik Sandberg er þetta ennþá meiddur en er ennþá leikmaður IA þannig að en hans bataganga hefur verið bara hans í strempinn og þannig að varnarlínan er nánast eins nema hvaða Böðvar Böðvarsson er í vinstri bakvarðarstöðun og Jóhannes Wall er þar alveg komin upp í vinstri vænginn sem að er áhugavert. Gísli Eyjóls og Guðmundur Þórarinsson auðvitað inn á miðsvæðinu með Hauki Andra og síðan Markus og Viktor upp á topp. Spurning hvort að Haukur Andri er í rauninni hérna kannski hálfpartinn út á vængnum hægra megin. Það stillir sér upp þannig ágætlega mætt hérna í góðverinu en eflaust margir skagamenn sem hafa ákveðið bara að kúra upp í sófa og ég tími og eflaust náttúrulega Hafnfirðingar Haukamenn að hafa ekki lagt það á sig að vera komnir hérna fyrir hádegið en það lokaði Kjalarnesi bara nokkuð snemma. Já og ekki víst að komast þeim fyrir bara morgun. Nei, akkurat, þannig að þetta er komið af stað og Haukamenn. Mér sýnst nú að vera örlítið breyting á uppstillingunni hjá okkur hjá IA-mönnum núna virðist vera að koma bara í 4-4-2. Já, það er 4-4-1-1 mögulega. Viktor þarna örlítið aftar en Markus finnur Viktor Jónsson komin í fyrsta færið og þetta er frábærlega varið. Sveinn Óli þarf að taka honum stóra sínu hérna strax eftir 29 sekúndur en vel varið hjá Sveini. Sjáum þetta kannski aftur hérna. Sjáum að Markus sterkur hérna og finnur Viktor með hann á vinstri en vel lokað í rauninni hjá Sveini. Það er Skagamenn sem að fá boltan hér. Rúnar spilaði nú bara 20 mínútur í þessum æfingarleikum móti FH daginn. Það var fyrirfram ákveðið. Hér er Jón Gísli kominn mjög framalega. Náttúrulega síðasta sumar Jón Gísli náttúrulega bara einn besti sóknar, já bara sennilega besti sóknar bakvörður bara í deildinni. Já, klárlega. Bara tölfræðin laug ekkert með það. Flest færi sköpuð var það ekki af varnarmönnum eða jafnvel þó víða var að litað. Ég held að hann muni eigi eitthvað af stóðsendingum í sumar. Hér kemur langur bolti upp í hornið á Jóhannes. Jóhannes nær að halda þessu inn á. Fullt af gulum treyjum í teignum. Við komum að þessu frá. Gunnlaugur hreinsar þetta frá en ekki langt. Það er Gísli Eyjólfsson sem á þetta missar skot. Bolti frá Sveini út til hægri. Jón Gísli er að sinna eigin Jón Gísla hérna Haukamenn. Stefánsson er hann. Steinar pressar hérna á Árna Marino. Það er Sigurður Hrannar. Það er Sigurður Hrannar vist. Frábærlega spilað hérna á Haukum. Þessi sending inn að markinu hérna hjá Jóni Arnari. Árna Marino. Þetta er að vera vel vakandi hérna. Bolti fram frá Rúnari og Markus ekki rangstæður hérna en boltinn rekkur á honum og aftur fyrir. Haukavörðin hikaði þarna. Sjáum þetta hérna, hann virkar. Nei, hann er ekki rangstæður. En snertingin sveik hann þarna.
stutt sending, já. Tæft þarna. Já. Það verðist vera að bara öll lið spila orðið svona. Það er einhvern veginn bara... Já, sérstaklega inn í höllinu, það er svolítið erfitt að vera að sparka fram hérna. Já. Boltinn endar oft upp í járninu. En þetta er ekki svona, hvað maður segja, árennilegt, óárennilegt miðsvæði sem að Skaginn hefur að bjóða hérna með Hauk Andra hérna og Guðmund og Gísla Jónsson. Nei, þetta er með betri miðum í deildinni myndi maður halda. Frábærlega spilað, Viktor tilbaka á Rúnar. Þannig erum við með enn eitt sterkar miðjumannin sem er reynda komið bara í nýtt hlutverk hér. Það er rosa öflugt að hafa svona hafsend sem getur dreift boltanum. Böðvar finnur Viktor og Sveinn er aftur frá honum. Stefnir í Flottur bolti þarna á Böðvari. Góðu skalli hjá Viktori og markværslan fín. Virðist ætla að hafa nóg að gera í dag, Sveinn Óli Gunnarsson í marki Haukamanna. Rúnar Már sem að tekur hornspyrnuna. Sjáum við uppstillinguna hérna. Það eru 3 hérna á vel fyrir utan fjarstöngina. Koma væntanlega á ferðinni á mótiboltanum. Boltinn inn á Martein, skallar frá að Mána Mar. Jón Gísli. Ráta niður Guðmundur. Aftur á Jón. Boltinn. Markus reynir að snúa. Tekst ekki. Gísli Eyjóls vinnur vel tilbaka hérna. Daði. Við ekki að sér hérna fyrir liðin. Haukur lyftir þessu fram á Markus. Haukamenn verjast þessu. Máni síðan hreinsar þetta frá. Beint á Jón Gísla. Skagamenn mun efluri hérna í þessar fyrstu 5 mínútur. Já, við búist. Alltaf með þessi gæði á miðunni sem að stýra svolítið bara leiknum. Þetta hefur kannski vantaði svolítið tíma eftir að Arnór Smárásson fór úr liðinu að hafa svona leikmenn sem að með reynslu og gæði sem að geta ákveði hraðan í leiknum og hvenær á að taka á skarið. Guðmundur Þórarinn er svona frábær leikmaður með einhver Kemur náttúrulega heim eftir bara farsalan atvinnumannaferil. Já, 15 ára atvinnumannaferil eitthvað svoleiðis og landsliðsmaður og Það voru Haukarnir sem að ná aðeins að róa þetta niður og halda boltanum aðeins hérna. Oliver og Máni á Jón Arnar. Kemur síðan langur bolti yfir hérna frá Mána. Böðvar les þetta vel. Hafnfirðingurinn. Skallar hann tilbaka á Árna Marino. Ansi mikið breytt lið af því við nefndum áðan leikina 2018. Maður skoða leikmannahóp IA til dæmis í heimaleiknum þar að það voru 9 uppaldir Skagamenn í byrjunliðinu. Já. Sem er aðeins öfugt við það sem er í dag auðvitað. Töluvert breyting í rauninni sú breyting af því að undanfarin ár hefur Skaginn verið svolítið með það á stefnuskráni að reyna að vinna með það að hafa heimamenn í liðinu. Hér kemur síðan sendinginni fyrir á Markus og hann er ekki rangstæður. Sveinn enn einu sinni að verja. Þannig að maður veit að víða í bænum er verið að ræða nákvæmlega þetta, hvað þessi stefnubreyting þýðir, en svo horfum maður á leikmenn eins og Jóhannes Val, Jón Gísla, Viktor Jóns. Þetta eru auðvitað aðkomumenn, þeir eru búin að vera þetta lengi. Já. Hvenær verður þú Skagamaður? Já, og vinnur eitthvað. Gísli Eyjóls er náttúrulega að flytja hérna ekki sísta fjölskyldaðstæðum. Hér eru Skagamenn, boltinn út á Jón Gísla sem fer í skoti rétt fram hjá stönginni. Já, ég meina Rúnar Már býr hérna, Viktor er fluttur, Jón Gísli er búinn að búa hérna lengi og starfa í Meðallands grundaskóla og svo þessi ungi leikmenn sem hafa verið að koma
þeir hafa bara farið á heimavistuna og verið í fjölbrautaskólanum. Einmitt. Liðin tíð þar sem að menn er að keyra hérna á milli og Já. það er bara aðstæðan og fleira á æfingartíminn orðin þannig að það er bara ekkert í boði. Nei. Veruleikin er orðin bara allt annar í íslenskum fótbolta. Það er bara að vera viðurkennast. Og Skaginn ekkert orðið varhlut af því. Nei, ég meina þegar að þetta er svolítið upp í hendunar á Skagamönnum með Gísla Eyjólf til dæmis. Hann var ekkert viðbúið að hann myndi koma hingað. Hann ræði náttúrulega fyrstu Breiðablik og hún er bara tilkynnt það er ekki í þeirra plönum að vera að sækja eftir leikmenn sem hafa verið það áður. Og svo Böðvar Böðvarsson saman með hann svolítið. Það var bara Einmitt. var ekki partur af plönum út frá aldri. Nei, og akkurat. einnig má segja það Guðmund Þórarinsson. Þannig að Frábærlega gert hjá Jóhannesi Val sem er að sleppa hérna í gegn. Þvílíkur hraði hérna, Haukur og Markús með honum. Haukur á fjær, boltinn fer inn á teginn en af varnarmanni. Og Sveinn kastar þessu síðan hérna út á Tómas Atla. Það koma Haukamenn hratt. Viktor Jóns vinnur vel tilbaka, kemur langur bolti yfir. Og engin aukaspyrna dæmt þarna. Jón Gísli virtist hrinda Böðvari, boltinn inn á teginn. Rekkur út hérna á Einar Karl sem fer í skotið en hitti boltan ekki vel. Og já, fyrsta marktilraun Haukamanna hér. Þetta er nú ekki langt framhjá. ekki mikill markaskorari en Einar Karl. Bolti fram, Jón Gísli brýtur af sér hér eða hvað? Nei, jú, þetta var að hárréttur dómur. Ég var einmitt mjög einhvern veginn hissa á þessu að það er aðstoðardómarinn sem flaggar þetta réttilega, vil ég meina. Þetta er alls ekki öxl í öxl, þetta var klár bakhrinding, sjáum við það hérna. Tómas Atli var aldrei að fara að standa þetta af sér. Sjáum að Markús er í rauninni langt fremstur, Viktor er örlítið aftar. Þeir eru klálega tveir frammi hana, Rúnar og Guðmundur á Gísla, aðeins þröngt hana Máni. Tómas upp í hornið á Jón. Jón kominn inn á teginn, leggur hann út og hér er skot og það er Baldvin Þór. Þarf að reynsa þetta frá. Daði Snær Ingarsson hérna með skotið, náði engum krafti í skotið. Þægilegt fyrir Skagamenn. Viktor fleitir þessu áfram og Markús að sleppa inn fyrir. Máni til varnar, Markús gerir þetta vel, finnur Haukandra nánast. En Oliver Steinar verst þessu vel. Markús með góða baráttu hér. Svona, þessar fyrstu mínútur hefur Markús heillað mig meira en hann gerði hérna á móti FH. Já. Það virkaði kannski bara pínulítið svona stressaður þá. Spennustigið kannski er litið betra hjá honum núna. Hann er alltaf ekki búinn að spila mikið af meistaraflokksfótbolta. Hann var út á Ítalíu og var að spila í C-deildinni þar með minn rétt og hann kom í ykkur 3 leikjum með minni rétt. Þannig að hann var ungur og efnilegur en hann lítur vel út. Já. Kraftur í honum. Rúnar út á Jón. Jón með sendingu niður á fjær. Þetta er aðeins og langt fyrir Viktor. Og Andri Steinn upp í loft. Spurning hvort að Skaginn fær ekki bara boltan hana, þetta er fyrir utan vítateinn, þannig að ef allt er eðlilegt ætti Skaginn bara að fá boltan hana og Jóhannes er bara í fyrirgefastöðu hérna. Ná að hreinsa þetta frá. Haukur Andri í baráttunni við Jón og Haukur við það að vinna boltan á honum hérna. Fín pressa hjá Skaganum en Tómas Atli kemur út með þetta hérna. Þetta er vel leyst.
Einar Karl. Daði með honum á nær. Hann reynir fyrirgjöfina en Rúnar Már lokar á hana. Það sér svona að þegar að Haukamenn fá tækifærin til þá eru þeir alveg snöggir fram. Já, voru komnar 3 rauðar treyjur inn á teginn. Kemur boltinn tilbaka á Mána. Sveinn og Gunnlaug. Á Einar Karl. Það rennur síðan út í sandinn hérna hjá Jóni Gísla. Böðvar sig út af hins vegar. Oliver. Þetta er vel spilað hérna. Daði með... Sigurður Hrannar með skotamarki hér. Það er ekki að stýra þess á ramman hins vegar. Góður sprettur hérna hjá Daða Snæ sýndist mér. Baldvin, langur bolti upp í vinstra hornið. Frábær sending. Geggjuð sending. Baldvin búinn að vera bara að sýna í rauninni, hann er með geggjaðan hægri fót. Já. Jóhannes með boltan inn á teginn, þetta rennur aðeins út í sandinn. Baldvin ekki góð sending hjá hann þarna. En Haukur Andri, eins og hans er von og vísa, vinnur þarna vel tilbaka. Verst þessu, fær hann aftur hérna. Einar, aftur á, Andra undir pressu hérna, kemur þessu upp í hægra hornið en Baldvin lesa vel. Baka Árnamann og hann hreinsar þetta fram, finnur Markús á Viktor. Hann út á Jóhannes. Hann prófar þetta aðeins niður. Staðan er það 0-0 hérna, þráttur að Skagamenn hafi haft svona yfir höndina en það verður ekki fengið einn svona teljandi færi kannski síðan á svona kannski 70 mínútu eitthvað svoleiðis. Já. Sem að Sveinn Óli í markinu þurfti að taka vel á því hérna á tímabili, nokkur skipti. Daði hreinsar þetta frá. Guðmundur út á Jón Gísla. Sendingin fyrir á Gísla Eyjáls og Sveinn kemur vel út á markinu. Einar Karl fær hann á miðjunni hérna. Þetta er ágætlega spilað. Jón. Tómas Atli með honum hérna. Haukur Andri sendingi síðan inn á teginn og framalega fyrir Sigur. Það var að Daði á fyrir og Einar, nei hann Árni Marinn og greip inn í. Til hægri á Jón Gísli með hann fastan fyrir og Markús reynir skotið en nær ekki að stýra þess á ramman og hotspinna síðan á endanum dæmt hér. Stórhættuleg fyrirgjöf hérna hjá Jóni. Markús með gott hlaup á næstöngina. En Gunnlaugur setur boltan aftur fyrir.
Gummi Tóta eins og stendur á búrunni hjá honum sem að ætlar að taka þessa spyrnu. Kemur boltinn inn á teiginn og það er Viktor Jónsson sem stekkur hæst og stangar hann í netið. Óverjandi fyrir Svein Óla núna. Frábær hotspyrna og já, hversu mikilvægt er fyrir Skagan einmitt að fá Viktor Jóns á hlaupunum inn í nýtt tímabil. Það er bara gríðarlega mikilvægt. Það er bara mjög gott líka að komast yfir í svona leik þar sem er hættan á að vera að spila mútið liði sem að, eins og segir, sýnd veginn ekki gefin, að þá ætla menn svolítið að skora bara í öllum sendingum. Já. Og það er bara gott að vera búnir að skora. Kannski tekur smá pressun af. Akkurat 19. mínútan er markamínútan í dag og Viktor Jóns kominn á blað hérna. Viktor, já, skoraði 4 mörk í Lengjubikarnum og já, eftir skiptinguna í fyrra skoraði hann 3 mörk í 4 leikjum en í bestu deildinni 7 mörk í 21 leik og en átti náttúrulega stórkostlegt tímabil hérna 24 þar sem hann skoraði 16 mörk. Já, 18 mörk í heildina með eftirskiptingu líka og var lengi vel þótt líklegur til þess að taka gullskóinn en endaði hann ekki með bronsskóinn? Jú, Benóni Breki, hann skoraði nú 5 hann í einum leik, þannig að hann svolítið slóð það út. En Viktor klálega gríðarlega mikilvægur leggur í þessu ÍA liði og við höfum séð það bara þegar hann helst heill. Þá er hann bara hörku strækir í bestu deild. Bara með betri frammerum deildarinnar. Já, menn töldu lengi vel að þetta væri hann væri svona típiskur fyrstudeildarleikmaður, frábær fyrstudeildarleikmaður en svona, það tók hann svolítið stund að springa almennilega út í efstu deildinni. Já, hann tók. Það var svolítið eftir að hann fekk þessi höfuðmeiðsl. Það virtist að hann vera svolítið hræddur, skiljanlega. Spilaði með grímu í langa tíma og koma Haukarnir og Haukur Andri dæmdur brotlegur hér. Sami taktur hérna fær tiltal hér. Virðist núna að krækja boltan en aukaspyrna dæmd. Þetta eru svona atvik sem að Haukarnir vilja örugglega reyna að nýta sér. Teginn, Viktor Jónsson skalla frá, boltinn aftur inn á teginn, Jón Gísli skalla frá, Haukarnir vinna hann aftur, Tómas Atli og Jón Gísli út og hér er dæmt síðan aukaspyrna á Gunnlaug Fannar fyrir að hrinda Rúnari Má. Fyrir hálfleikur hálfnaður hér og Skaginn í bílstjórasætinu 1-0. Leggur Jón Gísli á stað. Rúnar sér það og Jón sér með hann fastan aðeins fyrir aftan Markus en Viktor Jóns í skotið og var það hreinlega bara Gunnlaugur sem var að henda sér fyrir þetta sýnist mér. Já, sýnist það. Einfalt uppspil og þessar sendingar frá Jóni og já, þetta er mögnu varna að vinna þarna. Viktor háspyrnt frá því að bæta við öðru marki sínu hér. Og kemur bara önnur háspyrna hérna frá hægri frá Gumma Tóta. Viktor byrjar út við vítateigslínu.
Kemur svo á ferðinni eins og fleiri, þeir taka þetta stutt, Guðmundur á Rúnar, Rúnar á Hauk, Haukur inn á Guðmund, Guðmundur missir hann aðeins frá sér en það er Viktor Jóns, nei, það var ekki Viktor sem að hirta hann upp að það og skora sitt annað mark. Þetta var áhugaverð hornspyrna og Rúnar Már biður skiptingu aftur eftir 20 og ég veit ekki hvort að það er áhyggjuefni. Svona stutt í móti, já, það er áhugaverð. Já. Sjá markina. Skemmtilegt spil, smá heppni í þessu hana. Og Viktor náttúrulega bara eins og sjáum við hérna strax hér er Rúnar að gefa merki skiptingu og hann er Rúnar Már er að afhenda hér Viktori fyrirlega bandið og vonum auðvitað að þetta hafi nú líka verið fyrirfram ákveði. Ég samt sko þetta er ólíklegt. En Rúnar Már að fara velli. Sér Brynjaróðin eða Gísli Laxdal að koma inn. Já, sko gæti verið að yrði einhverjar tilfærslur. Já. Böðvar kemur í hafsendin sýnist mér og Jóhannes Val niður þannig að eða hvað, það er ekki klár skiptingin þannig að Rúnar er farin af velli en jú, er þetta ekki Gísli sem að er að koma inn á. Gummi og leikurinn fær að fljóta hérna Gísli sterkur og brotið á honum séðan. Haukarnir ekki sáttir. Barátta hérna. Það er lítið í þessu þannig að segja þetta. Ég held að þetta hafi lítast meira að því að það átti að vera aukaspyrna hann á undan en ég get ekki betur séð en þetta sé Gísli Laxdal Unnarsson sem er að koma inn á fyrir Rúnar Má. Verðu mig, Sigurður Hrannar Þorsteinsson tekur hér, lítur nú að fá gult spjald fyrir þetta eða hvað, þetta var algjör óþarfi, nei, hann fær tiltal, það sér maður nú ekki oft sko, en Runniðast til. Já. Heppinn kannski að sleppa þarna með spjald. En Gísli Laxdal kominn inn á fyrir Rúnar Má. Og Gísli kemur hérna út til hægri og þá er Böðvar kominn í hafsendastöðuna brotið af Gísla Eyjólfssyni hérna. Böðvar auðvitað getur spilað leist þessar stöður báðar bakvarðarstöðuna og hafsendastöðuna. Þannig að Jóhannes Val í rauninni fer niður í bakvarðarstöðuna og Haukur Andri komið meira vinstramenn, fær boltan hér, komin inn á teiginn og dæmdur rangstæður. Við erum líka að sjá að það er fleiri liðið að sækja leikmenn sem að geta spilað margar stöður. Eins og Rúnar Már, Guðmundur Þórarinsson, Jóhannes Val, Böðvar Böðvarsson. Klálega. Kemur Gísli ekki tókst honum þetta. En Gísli Laxdal auðvitað uppalinn skagamaður, spilaði með Val 2025 og 24. Eftir að hafa spilað með IA í Lengjudeildinni 2023 en kom aftur í fyrra, skoraði 3 mörk
3 mörk í deildakeppninu og 3 mörk í 5 leikjum í neðri hlutanum í fyrra. Hann var mjög góður eins og flestir náttúrulega bara í liðinu eftir skiptingu, þannig að eins og hann hefur loksins fengið smá sjálfstraust bara eftir að Lárus Orri kom. Já. Við gult spjald þarna á loft. Frá staðfest hérna Jón Gísli Eyland. Sendingi frá honum inn á miðsvæðið, Markus skýtur beint í Gísla Eyjóls. Sendingin fram á Jón Gísla. Leitar að skotinu, finnur það, fer í varnarmann þarna. Og síðan Gísli Laxdal, nær ekki að hreinsa þetta langt. Daði, út á Tómas með boltan fyrir markið og Árni Marino þarf að taka vel á því. Þarna var þetta Jón Arnar sem átti þennan skalla eða skot. Sýndist nú að vera skot, tegði þessu vel í þetta. En já, þetta er bara... Með lærun. En fín sókn hjá Haugum. Þeir eru ekkert að baki dotnir eins og maður segir. Einar Karl með hotspyrnuna. Og dettur í teignum og þetta er bjarga á línu hér. Jóhannes Val, frábært skot frá Jóni Gísla Stefánsinni. Skrítið, þetta sér maður ekki ofta boltinn detti í teignum, en þetta er ástæðan fyrir að menn eru með varnarmenn á stöngunum. Já. Gísli skalla frá. Beint á Einar Karl, aftur Einar Karl meðan háan inn á fjær. Árni Marino ekki í neinu vandræði með þetta. Kastar svo fram á Gísla. Gísli tekur hann niður, Haukur Andri tekur hlaupið. Tíma setur það rétt. Haukur reynir fyrirgjöfina. Fer í Daða. Jón Gísli síðan á Guðmund. Hálftími liðinn. 2-0 Viktor Jóns með bæði mörk Skagans. Hér fær Viktor inn í boltan. Tilbaka á Jóhannes. Böðvar á Jóhannes. Eftir á Böðvar. Böðvar fer á stað. Og Viktor fær hann aftur, Böðvar síðan með fyrirgjöfina yfir á fjær, við erum á að hreinsa þetta frá. Þar var Gísli Laxdal annars klár. Jón, nálgast teginn hérna, rennir þessu inn fyrir á ætlað Gísla, gekk ekki. Menn spila út hér. Auðun, hvað finnst þér svona hafa í rauninni skapað þennan mun? Þú veist, auðvitað er auðvelt að segja að Skaginn er búinn að skora 2 en hvað er það sem að þér finnst að Skaginn sé að gera betur en Haukarnir? Hver er munurinn á þessum liðum? Það er klárlega að vera bara miðjan núna allavega og Haukar er alveg búin að fá sín færi, þeir er bara ekki búin að taka þau nógu vel. En það er svo, þeir eru ekki að ná að klukka heldur þessar löngu sendingar sem hafa verið að virka svolítið vel. Þannig að þetta er svolítið, munurinn er á miðjunni. Já, það eru Haukur leggur hann út á Gísla. Gísli finnur ekki skotið eða hvað, nei, finnur
Jóhannes, Val, Anna Haug. Ég er viss að það eru margir sem eru bíða spenntir einmitt eftir að sjá sko Gísla Eyjóls og Guðmund Þórarinsson saman hann á miðjunni í sumar, sjá hvernig sko þeir eru náttúrulega rétt búin að spila saman í einhverju örfáa mánuði núna og æfa saman sko. Hvernig verður þetta þegar þeir eru orðnir sama aðra, því að Gísli Eyjólfsson náttúrulega gleymið því ekki, hann er bara búin að vera einn af betri miðjumönnum deildarinnar þegar hann hefur verið að spila hérna heima þar að segja. Í ansi langan tíma. Þetta er bara leikmaður sem að lappar inn í hvert einasta liðið í deildinni, held ég þessu. Og meira að segja Víkingana. Já. Hérna fram á finnum Markús leggur hann inn fyrir Atla Gísla Laxdal, en vel gert hjá Tómasi Atla. Þetta er að vera þyngra og þyngra. Þetta Haukar ættu nú ekkert að vera að gefa á svo mörg horn. Nei. Bæði mörg komið upp úr hornspyrnum. Spinnan og þetta fer af Haukamanni. Já. Aftur fyrir Viktor Jóns, rétt mista honum. Og þetta var Einar Karl sem að setta hann þarna yfir eigið mark. Sýndist það, en Viktor hásbreytt frá því að ná þessum. Jú, þetta fer af Gunnlaugi, sýnist mér. Já. En býðum við. Gísli Eyjóls. Eitthvað að kvenka sér Högg á andlitið. Já. Sveinn, langur bolti fram og beint á kottinu á Baldvini. Baldvin séðan brýtur á Sigurður Hrannari og byrjingur þarna. Þeir skilja sáttir sæmilega. Það gera Haukamenn hérna. Boltinn inn á fjær Jóhannes, skallar þetta frá Daði, setur hann aftur inn á. Aðeins og hálf fyrir sigur. Haukur reynir að hreinsa, gengur ekkert allt of vel. Kemur síðan skot hérna frá Tómasi Atla. En yfir markið. Þá getur sér regla að klára með skoti. Saman Skagamenn voru að senda 2 leikmenn á láni til Leiknis í næst eftir deild. Arnór Valur og Birnir Breki. Man ekki betur en Arnór Valur hafi verið valinn besti ungi leikmaðurinn á síðast tímabili í lokahófi knattspyrnufélagsins, sem þá leikmaður í rauninni besti leikmaður annars flokks þetta var. Jón Gísli kemur upp með boltan, setur hann inn á teginn, reynsa frá. Jón Gísli nær honum aftur og Gísli Laxdal síðan tilbaka á Guðmund. Guðmundur og Gísla. Hann og Jón. Frábærlega að spila. Aðeins svo innanlega fyrir Gísla. Og það er hornspyrna. Jón Arnar er ekki að halda þessum inn á.
Er ekki komin tíma bara á stöngun hjá hérna Baldvin Þór. Baldvin Þór skorar eftir þetta horn. Hæsti maðurinn hann inn á teignum. Nei, hann tekur Svein Óla ákveður að gera það. Þetta var eins ábærandi og að gat orðið held ég. Alveg, ekki alveg hver tilgangurinn var þarna. Þetta verður ekki þurrt hinga til í þessum hornspyrnum. En Haukamenn í vandræðum með að spila út núna. Guðmundur á Jóhannes. Jón, Gísli á Viktor, hann finnur síðan Gísla Laxdal sem að finnur Gísla Eyjóls. Gísli Eyjólfsson með sendinguna fyrir! Þvílíkt mikilvæg snerti hjá Gunnlaugi þarna. Boltinn af Markusi. Hann dæmir markspyrnu. Já, metur sem svo að boltinn hafi farið síðan af Markusi. Ég sé ekki snertingu þarna, en gríðarlega mikilvægt hjá Gunnlaugi þarna því að Markus var bara átti lítið eftir að koma boltanum í netið þarna. Og henn sem komið er Viktor Jónsson, eini markaskorarinn í leiknum. Gísli skallar þetta frá. Sjáum þetta aftur hérna hægt. Ég sé að það er engin snerting hérna. Held að þetta sé bara ekki réttu dómur, en og Oliver Steinar brotlegur hérna. Gísli Laxdal á Jón Viktor. Reynir að finna Gísla upp í hornið, vel lesið af Tómas Atla. Guðmundur gerir þetta vel, en Sigurður Hrannar og Andra Stein leggur hann tilbaka á Gunnlaug, Máni og Tómas. Og Haukamenn aðeins að halda í boltann. Sending hérna beint á Haukandra, en hann er ekki að gera sér matur á þessu. Þessi sending beint á Gísla Laxdal. Jón Gísli þarf nú að passa sig, hann er á gulu spjaldi, gleymið ekki. En dæmdur brotlegur hérna. Braut á Jóni Arnari. Hvað gera Haukamenn hér? Daði kemur og spillir sig inn á vítapunktinn. Baldvin skallar frá. Markus hefur svona aðeins horfið eftir sem að hefur liðið á leikinn. Hann var mjög bjartur hérna framan af. Vel gert hjá Jóni Gísla. Og ekkert dæmt þannig, ég held að þetta sé réttu dómur. Já, vel gert. Jóhannes. Fyrir á Viktor. Markus kemur inn og Gísli líka, en það er síðan Tómas Atli sem að setur hann aftur fyrir. Gísli aðeins og setna hann inn.
1,5 mínúta eftir að venjulegum leiktíma hérna. Bæði mörkin komu eftir hornspyrnur, ólík þó. Takast upp núna, Jón Gísli. Aftur var það Böðvar sem átti þennan skallan beint á Svein í markinu. Oliver út á Tómas síðan hérna fram á Jón Arnar. Daði fær hann hérna eftir á Jón og Rangstad dæmd á Sigurð. Varnarlínan kvik hérna og snöggir upp. Spurning hversu miklu bætt við hér, það var ein skipting. Það verður bara lágmark. Mínúta. Haukur Andri sterkur hérna, tókaði vel hressilega hann þarna. Guðmundur á Jóhannes Val. Tilbaka á Böðvar. Svein sjálfsagt bara sáttu við að halda boltanum bara fram að hálfleik mögulega. Baldvin lyftir þessu fram, Sveinn út úr markinu, hreinsar þetta frá. Þurfti alveg að vera vel vakandi að þetta. Jón Gísli. Gísla Jóns. Jón, og þá flautað til hálfleiks hér. 2-0 fyrir Skagan í hálfleik í bara leik sem að byrjaði mjög svona var mjög fjörugur framan af. Bæði mörkin eftir horn. Auðun, ég menna þetta bara sanngjarn staða í leiknum. Já, hún getur verið 3-4-5-0 jafnvel, en þetta svona róast svolítið eftir að Skagamenn komast í 2-0. Það spurning hvað Haukamenn gera í hálfleik. Já, ég meina hvað sko, nú þetta bikar alltaf bikar og hérna það getur, maður séð alls konar hluti gerast. Hvað þurfa Haukamenn eiginlega að gera til þess að hérna já, bara til þess að komast inn í einu leik? Þeir þurfa allavega kannski að fá eitthvað sem meira hraða fram á við. Það þarf að ná að koma boltanum í teig. Sigurður Hrannar þar, við vitum bara hvað hann getur. Skagamenn veit það líka, þannig að hann hefur lítið sést. Hann svona leikmaður sem ekki mikið með. Hann ekki mikið í boltanum, en hann mikið. Þangað til hann búinn að skora. Já, svo skora hann alltaf í hennu 3. Já. En ég held að þeir þurfa bara aðeins að stilla striki og fá kannski aðeins feskar lappurinn á miðjun, en þung miðjun það, menn það getur allt gerst. Heldur þú að Lárus Orri myndi til dæmis ræða það við sitt lið núna, verðum við ekki bara á fyrstu 10 mínútum í síðara áleik skora 1 í viðbót, drepa þennan leik bara alveg? Jú, klárlega, þetta bara eins og segir, það bara að vinna leikin, það skiptir eiginlega ekkert máli hvernig þú gerir það má getur að horfa mikið að deildin að byrja, þú verður bara að komast í gegnum þetta. Þannig að ég held að þeir reynir bara klárlega að fá 1 horn í viðbót og drepa þennan leik. Já, það spurning hvort við getum bara rifjað upp mörkin snöggvast. Áður en að við tökum okkur hlé hérna. Viktor Jónsson hér á 19. mínútu, flottur skalli eftir hornspyrnu frá hægri. Guðmundur Þórðarson finnur kollin á Viktori, síðan annað horn sem var tekið stutt. Skemmtileg hérna sirpa hér. Guðmundur aftur á Rúnar og Rúnar síðan inn á Hauk hérna miðjan að leika sér saman. Guðmundur aftur og Viktor síðan kemur og hirðir hann upp og setur hann í netið og Rúnar Már bað skiptingu strax í kjölfarið, vonum að það sé ekkert alvarlegt að. Nei. En auðvitað, já bara við vonum að því að það er stutt í mót, við erum bara að hafa alla heila. En við ætlum að taka okkur hlé hérna líkt á aðrir og fá kannski 1 kaffibolla í góðverinu, en ekki fara langt síðari hálfleikur hér eftir 15 mínútur eða svo.
Komið sælir aftur áhorfendur góðir og verið velkomin með okkur aftur hérna í Akraneeshöllina. Framundan síðari hálfleikur í leik IA og Hauka í Mjólkurbikar karla, staðan 2-0. Hún hefur ekkert breyst síðan að flautan var til hálfleiks. Nei. Og sjáum hér Sigur Hrannar sem kannski svona fyrirfram. Myndum að halda best á von Haukamanna til að finna mark hér. Þekki sig nú alveg ágætlega hérna í höllinni. Já, skoraði örugglega 100 marka hérna inni. Engar breytingar sjáanlegar á leikmanna. Jú, það ein breyting sjáanlega á Haukabekknum, sýnist mér. Það allavega einn varamaður tilbúinn þar. Og það leikmaður númer 8. Ísak Jónsson. Fyrir hvern hins vegar verður kannski vandara að spá. Það hérna. Mér sýnist að vera Jón Arnar Bardal. Mér skjáttast ekki. Nei, það Andri Steinn sem var hérna í hægri bakvarðarstöðunni sem hefur farið að velli, sýnist mér. Hann allavega kemur sér fyrir. Já. Það samt einhverjar tilfærslur. Nei, Jón Arnar Bardal þarna ennþá. En Daði hins vegar kominn þarna yfir til vinstri. Það einhver taktísk breyting virðist vera. Daði kominn þarna meira vinstra megin. Og hvort að Jón Arnar Bardal þá kominn meira svona miðsvæðis. Hann var nú dálítið úti vinstra megin í fyrirhálfleiknum. Þannig að það einhver svona... Það spurning hvort þessi komin í 4-4-2 líka bara. Já. En Skagalið þannig skipað þessa stundina. Árni Marino í markinu. Jóhannes Val kominn í vinstri bakvarðarstöðuna. Þar sem að Böðvar Böðvarsson byrjaði en hann kominn í hafsend. Þar sem að Rúnar Már fór að velli í fyrirhálfleiknum. Baldvin Þór Bensen með honum í miðvarðarstöðunni. Jón Gísli Eyland Gíslason í hægri bakverðinum. Á miðunni Gísli Eyjólfsson og Guðmundur Þórarinsson. Haukur Andri Haraldsson einnig. Gísli Laxdal úti hægra megin. Já, Haukur Andri vinstra megin og síðan í rauninni tveir frammi. Markus Ellertsson og Viktor Jónsson. Gísli Laxdal kom inn á sem varamaður fyrir Rúnar Má. Fyrir Rúnar Má í fyrirhálfleiknum, en hver það sem að þarf hér aðhlynningu? Já, það Jón Gísli Stefánsson sem að fengið hann eitthvað högg á ristina virðist vera. Haukar eiga hérna innkast hátt af vellinum. Það Ísak sem að tekur það. Skal hann koma þessu frá, ekki langt þó. Vel gert hjá Gísla Eyjólfssoni sem vinnur boltan. Missir hann aftur hins vegar. Jón reynir að finna Sigurð, gengur ekki. Hleypt honum inn á hérna. Já, þetta var skrítið. Ég allavega Jóhannes var enga veginn með á nótunum hérna. Nei, hann kom beint inn á hana. Daði út til vinstri. Markus setur hann út af. Það lætur hann fara út af. Sveinn Óli Gunnarsson í markinu hjá Haukum. Máni Mar og Gunnar Fannar. Haukarnir ætla að byrja hérna af krafti. Jón
gert hjá Guðmundi Þórarinssyni, öskra sína menn aðeins í gang hérna. Gunnlaugur Fannar og Máni Mar í miðri vörninni. Ísak Jónsson kominn í hægri bakvarðarstöðuna, Tómas Atli Björgvinsson í vinstri bakvarðarstöðunni, Einar Karl og Oliver Steinar inn á miðunni. Daði Snær Ingarsson úti vinstra megin, Jón Gísli Stefánsson úti hægra megin, Sigurður Hrannar og Jón Arnar Bardal svona fremstir. Markus finnur Viktor, fær hann aftur. Finnur Gísli með langan bolta yfir á nafna sinn hérna, Laxdal. En vel gert hjá Tómasi Atla, koma þessu frá. Er þetta ekki þetta típiska þriðja mark sem að mun svolítið gera úr hvernig þessi leikur þróast? Jú, maður aðeins hrættur að ef Haukarnir ná að minnka muninu þá gæti þeir alveg verið að sækja í sig veðrið þarna. Já, gæti í rauninni hleypt þessu upp, en hér Jón Gísli yfir á fjær, Baldvin skallar þetta aftur inn á teiginn, svo það Gísli Laxdal Unnarsson með skot með vinstri hér fram hjá markinu. En ég myndi hugsa það líka að ef Skaginn að bæta við þessu þriðja marki að þá séu Haukarnir í rauninni bara Já, það er svolítið búið. Bara fattan að hugsa hvernig þeir ætla að eyða deginum á Akranesi þangað til að komast heim. Það séur Hrannar hlýtur að bjóða þeim í kaffi bara. Það getur ekki annað verið. En hér kemur Tómas. Hann er komin inn á teiginn fyrir skotið og þetta rétt fram hjá markinu. Góður spretti á Tómasi Atla. Skagamenn ekki alveg vaknaðir hérna. Og Hafnfirðingarnir koma miklu öflugri í seinni hálfleikinn. Já. Hann hefði þurft að bara hitta þennan sem að ramman, Sigurður Hrannar klár hérna, sjáum hérna, ég veit ekki hvort að fólk sér þetta, það er ákveðnar björgunar aðgerðir í gangi hérna fyrir aftan markið, fauk upp hurð hérna sem að er verið að reyna að halda lokaðri aftur sem gengur ekki sérstaklega vel, en svona svolítið birtingamynd á veðurfarinu sem að Trappa bolti yfir á Gísla Laxdal, Gísli séð með fyrir markið og Gunnlaugur setur hann aftur fyrir, hann er aftur Markus ekki kominn. Frábær sending frá Jóhannesi Val hérna og sendingin örlítið og vinnalega. Heldur nú að hann geta rent sér bara í þetta? Já, það er kannski á blautu grasi hann gert það, ég veit það ekki. En Jón Gísli Eiland kemur yfir til að taka spinnuna. Bara Jón. Spinnan inn á falla hérna mennum hverjum annan þveran hérna Gísli Laxdal. Setur hann fyrir markið, Viktor Jóns í baráttunni, nær ekki til boltans. Og Haukarnir ná að koma sér frá, ekki langt þó, Guðmundur aftur inn á teiginn. Og hér kemur Baldvin Þór með skallan, en Sveinn sýndist mér nú bara verja þetta með fótunum hann á stuttu færi. Skagamenn hásbreytt frá því að bæta við þessu þriðja marki og Haukar enn á lífi. Og Markus hér að næla sér í gult spjald. Sjáum aftur hérna þennan darraða dans hérna, Guðmundur. Þetta ótrúlega vel varið. Markus Páll, gult spjald. Haukamenn að byrja síðan hálfleikinn vel hérna. Daði. Eftir þessu yfir á Jón Gísla. Hann tilbaka á Ísak séð með hann fyrir markið og Sigurður Hrannar í baráttunni nær ekki að stýra þess að markinu. Ísak fær hann aftur. Gerir þetta vel, heldur skilur honum bara út fyrir. Böðar.
þrengtur hérna, tókaði í hann hérna og þetta hlýtur að vera gult spjald, já. Og það á Oliver eða hvað? Sýnist það. Já. Oliver nummer 6, Steinar Guðmundsson. Sjáum hérna. Böðvar lagður á staðinn hérna og þetta ekki nokkur einasta spurning. Vantar aðeins bit í skagaliði núna. Guðmundur tilbaka á opna. Sigurður Hrannar pressar stíft. Árni finnur Oliver. Oliver séðan hérna fram á Jón Gísla. Viktor Jónsson kemur til að hjálpa og nær að vinna boltan fyrir Ría. Böðvar á Jóhannes Val. Böðvar og það aukaspyrna dæmt hér. Haukamenn ekki sáttir. Nei, það var nú ekki mikið í þessu. Böðvar svolítið heppinn hana. Jón Gísli virðist vera ennþá eitthvað tæpur eftir. Það er að segja Jón Gísli Stefánsson, haukamaður. Eitthvað ennþá að svona kvenka sér eftir samstöðu sem hann lenti í áðan. Árni var inn á. Beint á Oliver. Oliver hins vegar beint á Baldvin. Guðmundur. Og Jón Gísli er ekki að finna Markus þarna. Skagamenn auðvitað með möguleika á bekknum. Gleymum því ekki. Steinar Þorsteinsson þar, Gabriel Snær, Rafael Máni, Ísak Máni, fullt af mönnum, Ómar Björn, fullt af mönnum sem gætu breytt miklu fyrir skagaliðið. Já, klárlega. Það virðist vera einhver að hita upp hana. Já. Tvöföldskipting framöndan hjá Haukum. Næst segja þær. Langur bolti yfir, Jón Gísli vinnur fyrsta boltan en Tómas Atli kemur sinna teginn. Oliver nær ekki að finna Tómas aftur. Guðmundur á Gísla Eyjóls, Jóhannes Val. Það var aðeins að bíða eftir honum hana. Jóhannes fram á Haukandra. Haukur inn á teginn. Ná skalla frá. Gísli með frákastið. Finnur Baldvin sem var aðþrengtur hana. Jóhannes nær ekki að finna Guðmund Þórarinsson hana. Sigurður Böðvar rekur hann í burtu og Viktor dæmdur brotlegur hana. Þetta sé rétt. Já. Þá er skipting hjá Haukunum. Tvöföld skipting á Skagamönnum virðist vera líka. Já, það verður nóg að gera. Oliver að fara að velli, sýnist mér, Ólafur Steinar Guðmundsson og Sigurður Hrannar Þorsteinsson. Einnig. Og Gabriel Aron er annar þeirra sem kemur inn á allavega. Og hver annar? Númer 19, Ólafur Darri Sigurjónsson var hinn. Leikmenn númer 12 og 19 komnir inn á. Spurning hvernig þetta breytir hér. Jóhannes Val gerir þetta vel hér. Jóhannes á Haukandra. Aftur Marino. Skiptir hérna yfir á Jón Gísla. Jón inn á miðsvæði, Gísli Eyjóls með smá pláss hérna núna. Finnur Hauk.
Jóhannes Val síðan vel, færa boltan vel hérna yfir til vinstri, Jóhannes með boltan fyrir markið. En á að skalla þetta frá og Gabriel framlengir en ekki langt, Gísli og Jóhannes. Sýnist að vera Ómar Björn, annar þeirra sem að koma inn á allavega. Og Gabriel. Og Gabriel Snær líklega, já. Líklegt þá að sé allavega Markus sem að kemur út af fyrir Gabriel, mjög líklegt. Og hvort að það umfjöldlega Haukur Andri líka sem að koma náttúrulega tilbaka eftir landsleikja glugga. Já, eða spurning hvort hann tengi Guðmund Þórðarson út af og setja Haukana miðuna. Einmitt. En Haukar eiga hérna hotspyrnu, þeir eru ennþá vel inn í þessu leik. Þetta við erum ennþá að bíða eftir þessu þriðja marki sem að getur bara breytt mjög miklu. Minnst Haukarnir hafa komið bara vel inn í þennan síðari hálfleik. Ja, þeir eru bara núna mun betri en Skagamenn í seinni hálfleiknum. Já, og sjáum að það er bara allir leikmenn. Hér kemur Gabriel Aron, varamaðurinn með skot yfir markið. Bara með nógan tíma hérna, sjáum að það er engin nálægt honum. Og þá er tvöföldskipting hjá IA núna eða hvað. Og það er Guðmundur Þórarinsson og Viktor Jónsson sem að fara að velli. Þetta er aldurstengt. Já. Klálega. Og í þeirra stað er að koma Ómar Björn Stefánsson og Gabriel Snær Gunnarsson. Ómar algjörlega frábær á síðasta tímabili, sérstaklega undir lokin. Og Gabriel Snær búinn að vera mjög heitur líka núna í vetrarleikjunum. Og eins og komst inn á hann er að fara til Svíþjóðar á miðju sumri. Opni langur bolti fram á kottinn á Markusi sem að reynir að finna Gabriel, gengur ekki. Langur bolti yfir á Daða. Jón Gísli sér við honum að þessu sinni. Það eru leikir í gangi í bikarnum núna. Fjölnir og HK er að eigast við. Það er staðan 3-2 fyrir Fjölni. Staðan er 0-0 milli Grindavíkur og Keflavíkur eins og Gróttu og Álftanes. Allir þessi leikir innan hús auðvitað. Segir sig kannski sjálft en Fjölnismenn að gera vel á móti HK. Og það eru bara 2 menn búin að skora til þessi 5 mörk hins vegar. Gaman að því. Ómar Björn skoraði 5 mörk í fyrra í bestu deildinni. Árni Marino kemur út og handsamar hennan. Langur bolti síðan hérna fram. Haukamenn ekki í vandræðum með þetta. Haukur Andri enda með hann. Ómar. Jóhannes kemur utan á hann hérna. Fær boltan hér. Jóhannes Val kemur með hann fastan fyrir. Ná að verjast þessu. Jón Gísli. Vel gert hjá honum hérna. Jón Gísli Eyland. Þetta maður verður alveg rugglaður að þessum Gíslum og Jónum
þessi bolti upp í loft. Mér finnst bara einhvern veginn svo Skagamenn hafa ekki alveg mætt í síðara hálfleikinn ennþá. Nei, það sé rosa mikið að passa sig. Já. Og Haukamenn gætu alveg gengið á lagið hér. Kemur boltinn inn á teiginn. Árni Marino kemur vel út úr markinu til að handsama þennan. Snúa, Gabriel aftur á Markus síðan hérna sendingin frá honum allt og föst fyrir Gísla Laxdal. Ég held að allir Haukamönnum bara líði ekki alveg bara þokkalega hérna eins og staðan núna. Lítur alveg þannig út. Gísli Jónsson tapar boltanum hérna. Daði. Hann er að komast fram hjá Gísla Jónsson, gengur ekki. Gísli gerir virkilega vel hérna. Finnur Markus er komin í færi, leggur hann út og finnur Gabriel Snæ sem að skorar með sinni fyrstu snertingu nánast. Annar eða þriðju virkilega vel klára Gabriel Snær Gunnarsson. Þetta er eina ástæðan fyrir að svona strákar eru að fara í atvinnumennskuna. Já. Þetta var mjög vel klárað hjá honum. Já. Búinn að vera inn á hérna í einhverjar 4-5 mínútur. Og þarna koma, þriðja markið. Já, og þá væntanlega er þetta bara leikloki hérna, myndi ég halda. Markus gerir þetta vel hérna, góð sendingin frá Gísla og þetta er bara verulega vel klárað með vinstri fæti. Og já, ef við ekki að segja það bara, þetta er það sem að gerir útslagið hérna fyrir Skagan að öllum líkindum. Já, öllum líkindum. En þetta er ekki búið fyrir að það er búið eins og það er. Það er hálftíma eftir, rúmlega. Gleymið því ekki að Haukamenn eru náttúrulega í sömu deild og Kári. Já. Í sumar og líkt og í fyrra. Káramenn auðvitað fengu útreið í bikarnum sjálfur. Óvænt á móti Álftanesi. Mjög óvænt. Muna tveimur deildum á þessum liðum og þeir áttu bara, sáu aldrei til sólar eiginlega í þeim leik. Og Markus og Jóhannes kemur utan á. Markus finnur Jóhannes en hann er rangstæður, þetta er klaufalegt. Markus þurfti bara að bera hann aðeins meira lengra sjálfur. Ég vilt að sitja hér og segja það samt. Já. Gísli Laxdal tilbaka á Baldvin. Smá borðtennis í gangi hérna núna. Síðan hálfleikur og hálfnaður. Þægileg staða fyrir heimamenn. Engin ástæða fyrir fólk að vera eitthvað að fara á límingunum hér í dag. Nei, alls ekki. Verða að viðurkenna að mér finnst ansi líklegt að fyrsti heimaleikur í bestu deildinni í ár verði eins og undanfarin ár, verði hérna innanhús. Já, það lítur allt út fyrir það allavega. Það var þegar maður gekk inn í höllinni í dag. Föllurinn er nú bara
það sést ekki í hann. Nei. Og þetta spurning bara, kannski meira orðið spurning hvenar heldur en hvort lagt verið gervigras á aðalvöllin. En þetta náttúrulega flókið mál. Já. Hvort þá á snúunum eða ekki og alls konar flækjustigi í tengslum við það. Og svo þetta náttúrulega bara nostalgían, sko. Menn finnst það rómantík í grasinu, sko. Já, það það, en það bara mjög hagstætt. Já, fyrir utan það vantar einfaldlega bara fleiri velli. Bara í að félagið þessi höll hér sem var náttúrulega gríðarleg bylting á sín tíma löngu sprungin. Iðkendafjöldi hjá IA hefur bara tvöfaldast síðan að þessi höll var tekin í gagnið. Og það bara orðið erfitt að koma öllu starfinu fyrir yfir vetrartímann. Þar sem að einn völlur úti væri bara önnur eins bylting, jafnvel. Já, það bara byggjar öll. Já. Þetta kostar allt pening, það bara svoleiðis. En það eru kosningar. Já, Gabriel gerir þetta virkilega vel og tekið niður síðan hérna. Þetta var ansi harkaleg tækling Gunnlaugur. Ágætt að Gabriel náði að hoppa upp úr þessu. Mjög harkaleg tækling þetta. Hann uppsker gult spjald. Gunnlaugur réttilega. Þá væntanlega bara næsta markmið. Skaginn komið í 16. úrslitinn, myndum við segja. Ómar Björn hér kominn upp að endamörkum. Ómar reynir að læða honum inn í netið. Gengur ekki, en nú hlýtur vera kannski næsta markmið sé bara að reyna að komast heilir í gegnum henni leik. Já, ég held að það sé bara markmið á flestum. Það kalt og þá aukin hætta á meiðslum. Þannig að menn verður bara að fara varlega hérna. Já. Verður forvitnilegt að fylgjast með Gabriel Snæ, hvernig honum vegnar á erlendri grundu. Einn af svona efnilegri leikmönnum sem að Skagamenn hafa alið af sér. Ég ætla bara að eigna okkur hann alveg, þó hann sé náttúrulega Vestmannaeyingur að upplagi, en hann búinn að vera náttúrulega hérna í yngri flokkum hjá IA síðan í 4. flokki allavega. Leyfið mér að segja. En gríðarlegt efni og svo sem ekki langt að sækja það blessaður. Gunnar Heiðar Þorvaldsson, faðir hans auðvitað, átti farsælan atvinnumannaferil sjálfur. Baldvin lyftir þessu fram hérna, vel lesið hjá Tómasi. Það að fljóta bara hérna. Tómas fram. Baldvin finnur Jón Gísla. Jón Gísli nær ekki að finna Haukandra eins og það er, og aukaspyrna hlýtur að vera dæmd hér, já. Og nú unni Gísli á undan sem að braut á Gabriel hérna. Já, þetta ekki væri fyrir Hauka að klóra í bakkan aðeins. Já.
skjóta. Já, Sem það. þetta er bullandi skotfæri hér og það er ekki bara Gabriel sjálfur sem Jú. sem ætlar að taka þessa spyrnu. Þriggja manna varnarveggur og skotið í vegginn og aftur fyrir. Árni Marino laður á stað þarna í veggkornið. Þannig að þetta hefði, hann var nú sennilega allan tíma með þetta en mark hér frá Haugum geta aðeins hleypt smá blóð í þetta. Og róast heldur mikið þegar að Skagamenn komst í 3-0. Kemur spyrnan Árni Marino ekki neinum vandræðum með þetta, reyna að finna Gísla Eyjólfs gerir það, hann er tekinn niður. Haukur Andri hins vegar er hérna ennþá á auðum sjó, boltinn út af og hér er sýnist þetta vera Tómas Atli sem að hefur fengið högg hérna í þessum viðskiptum sínum við Gísla. Já. Og vonum að þetta er hörku fast högg, samstöðu hérna í rauninni lítið við þess að gera, þeir koma bara úr sikkvari áttinni og þetta er svo íslenskt að koma inn á með vassbrúsa til þess að eiga við eitthvað svona. Sjáum við Mario Majic kemur réttilega inn á til þess að hjálpa til og en þetta lítur alls ekkert vel út. Sjáum að Gísli Eyjólfsson er hérna á fleygiferð og hann bara lendir af fullu afli á höfðinu á honum. Það er bara, eins og ég segi, vona að þetta sé ekki eins alvarlegt og maður óttast. Og þarna var auðvitað hann að brjóta af sér í rauninni, myndi ég að segja. Gísli er á undan í boltan og hann er sestur upp. Hafnfirðingurinn Nýböðvari kemur hérna upp á aðtöða með sinn mann. Þetta virðist vera í lagi. Sýnist að vera að fá guldspjald. Tómas Atli á Salvar og Palli náðu að koma sér í mynd. Það er gaman að því. Það er ekki á hverjum degi sem að það gerist. En Tómas Atli á fær guldspjald og aukaspyrna var á endanum dæmd þegar boltinn fór út af. Og og þeir tekið niður, ekki dæmt. En þeir skiptu. Hallur Húni Þorsteinsson var bara að koma inn á, voru væntanlega fyrir Tómas, en sjáum þetta aftur hér. Ísak er fyrir aftan Ómar. Er hann að meta, hann sé búinn að missa valdaboltanum. Ég gerir mér ekki grein fyrir því. Skiptir það einhverju máli? En allavega er Hallur Húni Þorsteinsson kominn inn á miðjunum þá. Og vinstri kant. Já, mér sýnist það sko. En hvort Einar Karl í vinstri bakvörðinn. Já. Allavega er Tómas Atli sennilega sá sem að fór af velli. Jú, það er svoleiðis. Og Haukamenn að reyna að koma sér hérna á blað fyrir liðin. Daði Snær með skot en vel framhjá. Boltinn inn á hana.
Belti fram, Gunnlaugur gríðarlega sterkur þarna. Mikil barátta þarna inn á miðjunni. Kemur Hallur, fær hann aftur hérna. Gísli Laxdal vinnur vel tilbaka hérna. Hallur nær að koma sér inn á teginn, Haukur Andri hreinsa frá. Gabriel gerir þetta vel hérna, en brýtur af sér síðan hér. Já, rífa sig í gang. Dean Martin lætur vel í sér heyra þarna eins og svo oft. Daði Snær fyrir liðið hefur nú klæddur úr skónum hérna. HK búin að jafna á móti Fjölni og Grótta konur yfir á móti Álftanesi 1-0. Boltinn inn á teiginn, þetta sér maður ekki oft. Boltinn fær að lenda hérna innanlega í teignum, en hörku leikur hérna í Fjölnir HK sem er í Egilshöllinni gerir ég ráð fyrir. Já. Það var slögg snerting hann á Gabriel Snær. Koma á Skagamenn. Haukur Andri með skiptinguna yfir á Gísla Laxdal. Frábær sending. Gísli komst fram hjá Halli, gengur ekki, setur hann tilbaka á Jón Gísla. Jón síðan yfir á Fjær. Ísak skalla frá. Frábærlega gert hjá Hauki Andra. Haukur fer bara í skotið og það fer að varnarmanni. Og þaðan í fangið á Sveini. Haukur út á Gísla. Gísli fer á stað. Gísli á ferðinni, setur hann inn á teiginn og vinnur horn. Skipting hjá Skagamönnum. Tvöföld skipting þar, já. Það sýnst að vera Brynjaróðinn. Annar allavega. Það sé Ísak Máni. Já, sýnist það. Að sé Böðvar nær að láta henn að fara. Gísli Laxdal í skotið og er þessi ekki framhjá markinu? Jú, rétt framhjá. Það er rétt framhjá. Fínasta skot hjá Gísla Laxdal. Þetta er bara við stöngina. Já, tvöföldskipting tilbúin hjá Skaganum. Það er í rauninni ekkert sem að þeir eru að eltast við núna annað heldur en kannski bara eitt sárabóta marka eða svo. Já. Lögðu á sig þetta ferðalag hérna sem allavega er nú ekki erfitt hérna úr Hafnarfirðinum upp á Skaga. En geti enda sem lengsta tímabil ferðalag tímabilsins hjá þeim. Já. Jón Gísli vinnur hann fyrir Skagan. Enda með hann. Jón kominn inn á miðsvæðið, skiptir yfir til vinstri. Þetta er skemmtileg sending yfir á Ómar. Jóhannes fyrir aftan hann. Ómar ennþá með bolta, hann reynir að koma honum inn á teiginn, gengur ekki. Vörnin hjá Haukum nær að koma þessu frá.
Var með fína pressu þarna og þá skipting. Það Markus sem kemur af velli og það Jón Gísli. Já. Jón Gísli Eiland kemur af velli og það Ísak Máni og Brynjar Óðinn Atlason sem að koma. Brynjar Óðinn númer 27 að koma inn á fyrir Jón Gísla. Bara bakvörður fyrir bakvörð. Sem ég nefndi hérna áðan, Ísak Máni var náttúrulega bara varð fasta maður í liði Skagans á síðast tímabili eftir að Lárus Örn tók við. Það var og stóð sig virkilega vel. Fylgir alltaf mikil orka. Já. Ísaki Mána. Dölur. Skoraði líka móti KR sem alltaf gott. Já. Menn fá alveg svona sérstakann sess. Já. Hérna sem að ég held að hefði engin munað eftir Igor Pesic til dæmis nema út af markinu sem hann skoraði á KR-vellinu á sínum tíma. Hér dauða færi Gabriel Aron skallar hér í stöngina. Þú ert kannski of ungur til að muna eftir því marki. Ég veit ekkert hvort að tala um. Nei, það var mark af 60 metrum fyrir aftan miðju. Já, það ágætt. Já. En það það eina sem ég man eftir varandi hann. Já. Og ég vissum að það eins með marga Skagamenn að hérna öðru leiti svona ekkert sérstaklega eftirminnilegur leikmaður. En Jón Gísli á örugglega eftir að taka einhverja pásu. Jón Gísli Stefánsson að segja eftir þennan leik. Hann reglulega búinn að vera svona að finna til hérna í hægri ristinni. Það svolítið í það væntanlega að önnur deildin hefjist. Já. Hefst væntanlega lítið seinna heldur en alltaf besta deildin byrjar líklega ekki fyrir í maí. Líkt og lengjudeild kvenna sem að við erum að gera okkur vonir að vera með í beinni hjá okkur í sumar. Hérna heimaleiki IA. Tekur við hann hérna frá boltinni, gerir þetta virkilega vel. Ómar Björn, Ísak brýtur á honum og hlýtur að vera, já þetta ekkert ólíklegt að vera í gullspjald þarna en hann sleppur með það virðist vera. Já. Það skemmtilega gert hjá Ómari. Þetta svona pirringsbrot. Það Haukur Andri sem að mun taka þessa spyrnu. Kemur spyrnan inn á miðjan. Inn og fjær og þetta sjálfsmark líklega. Gabriel Snær var hins vegar þarna eins og gammur. Sveinn Óli liggur eftir. Var þetta Hallur Húni maðurinn sem að það Gabriel allavega Palli er búinn að gefa Gabriel markið. Við erum að sjá þetta bara aftur til þess að svona fá það á reynd. Eituruð sending frá Hauki. Já, erfitt að sjá það. Það erfitt að sjá það. Gabriel má alveg eiga það mjög vegna. En þetta er verkefni fyrir. Sjáum þetta kannski hægt hérna. Þökkum fyrir það. Hver er það sem að hleypur með honum hana inn í þetta? Þetta er sjálfsmark. Þetta er Hallur Húni eða ekki, Þorsteinsson. Jú, mér syns það. Varamaðurinn Hallur Húni með sjálfsmark hér. En lítið við því að gera. Ef hann hefði ekki sett hann inn þá hefði
hefði Gabriel gert það. Já. Þannig að og 4-0, þetta bara ákaflega þægilegt orðið fyrir Skagann. Auðningi, þú hefur það hlutverk að upphugsa mann leiksins úr röðum ÍA. Þannig að ég ætla að gefa þér nokkra mínútur hérna fram að 90 til þess að velja þér eitthvað. Það er voða gott að hafa einhvern með mér hérna sem að ég geti varpað þeirri ábyrgð yfir á einhvern annan. Já, takk hérlega fyrir það. Kemur oft einhver bölvu steypa af okkur mér. En hérna Skagaliðið verður allavega í pottinum þegar dreifir verið í 16. úrslitin. Það er nokkuð síðan að það var komið á reynt. Grótta ennþá 1-0 yfir á móti Álftanesi, staðan ennþá 3-3 hjá leik Fjölnis og HK. Stefnir allt í framlíkingu þar. En Skagaliðið á fyrsta leik sinn í bestu deildinni á sunnudaginn kemur á framvellinum. Hvetjum auðvitað alla Skagamenn til þess að fylgjast vel með liðinu og liðunum okkar í sumar og styðja vel við bakið á bæði strákunum og stelpunum í sínum verkefnum. Og hvað var að mönnum að sjálfsögðu? Að sjálfsögðu. Og hér er Ómar Jóhannes kemur með honum. Jóhannes Val kominn inn á teginn, gerir þetta vel, reynir síðan á endanum skot og það er bara flautað af strax hér. Og hvað segirðu, maður leiksins? Það er ekkert verið að týna honum við þetta. Nei, ég kannski óvænt en mér fannst Guðmundur Þórarinsson algjörlega frábær í dag. Hann var með 2 stóðsendingar og steig alla feilspor í dag. Viktor Jónsson var líka alveg góður en mér fannst Guðmundur Þórarinsson koma meira að leiknum og þess vegna ætla ég að gefa honum það. Já, akkurat. Við kannski rifjum upp mörkin. Hér það var Viktor Jónsson sem átti sviðið í fyrri hálfleiknum. Skoraði 2 fyrstu mörk ÍA bæði eftir hornspinnur. Fyrst hérna með fallegum skalla eftir horn frá Guðmundi Þórarinsinni, manni leiksins. Já. Síðan kom skemmtileg flétta í næsta marki. Tóku hornið stutt, hann og Guðmundur og Rúnar Már. Og af stað fer ansi skemmtileg flétta hérna sem að allir miðjumenninni kom að. Og Viktor hefur sér bara svona formsatriðin. En síðan leið og beið og þangað til í síðari hálfleiknum að Gabriel Snær Gunnarsson skoraði eftir hratt upplaup Skagamanna hér. Markus með sendinguna fyrir og Gabriel klárar þetta virkilega vel og Sveinn Óli á ekki möguleika í markinu. Og það var síðan Hallur Húni Þorsteinsson sem var fyrir því Jólóni að setja boltan í eigið mark hér undir lokin eftir góða aukaspyrnu frá Hauki Andra Haraldsinni. En Auðun, svona bara heilt yfir, hvað getum við sagt um þennan leik? Er þetta ekki bara eins og við sögðum hérna fyrir leik, skildu sigur, ekkert óvænt, var eitthvað sem kom þér á óvart í þessum leik? Nei, í raunin ekki. Ég hélt einhvern veginn hvernig búið að tala um Haukaliðið væri kannski aðeins sterkari en það er náttúrulega bara 2 deildir á milli þeirra og skiljanlega þeir eru komin styttari í sínum undirbúningi líka þannig að það var ekkert sem kom óvart. Mér fannst Skagamenn bara virkilega öflugir en það var kannski smá vonbrigði hversu illa er komið inn í seinni hálfleikinn. Það er eitthvað sem við hefum verið að sjá hjá Skaganum byrja seinni hálfleiki svolítið illa sem að ég held að Lárus Óli sé alveg meðvitaður og má ekki gerast í sumar því að deildin er sterk og Skagamenn ætla sér mikið í sumar. Klárlega. En Auðun Ingi, ég þakka þér kærlega fyrir samveruna hérna. Takk fyrir svoleiðis. Og Ingimar Ágústsson sem að stjórnaði þessi útsendingu með harðari hendi. Nei, hann var ekki með harðari hendi. Það var mikilli fagmennsku. Þakka honum fyrir hans störf. Snorri Kristleifsson á myndavélinni. Og sjálfur heiti ég Örn Arnarsson og bara kærar þakkir og farið varlega hérna í óveðrinu að núti.